Nestek. Komið sæl. Þessar hæðir hér yfir Grænlandi og suðvestur á landinu, þær halda í raun má segja öllum lægðum frá landinu allavega næstu daga. En við skulum þá líta á þróun og hvernig þetta svona lítur út allavega fyrir kvöldið í kvöld og morgundaginn. Og við sjáum hér að hér lægðin sem þá suðvestur á Bretlandseyjum og hún situr þar föst og kemst ekkert á móti hæðinni og hæðinni við Grænlandi í samvinnu með þessa og svo að byggjast upp hérna svona svolítil hæð líka við Færeyjar, þannig að það saman heldur þetta öllum lægðum frá okkur og ágætasta veður að sjá svona fram í helgina. En við skulum þá skoða hitasviðið og það svona, við sjáum þennan litla hitapoll sem hér vestan við landið og það tekur tíma að koma kaldaloftinu frá, þannig að þetta kemst svona með hægt og bítandi inn á land og svona þegar líður á morgundaginn þá hefur nú hlýnað nokkra gráður hjá okkur og á laugardagar að sjá að verði nú þýtt svona mestu leyti á láglendi. Þó kannski verði nú ekki neina sérstaklega háar hitatölur en við sjáum líka lægðina hér við Nýfundnaland að hún í raun kemst ekkert áleiðis. Þær munu fara hérna upp með vesturströnd Grænlands en ná lítið að gera meira heldur en að deyja drottni sínum þar. Veðrið þá í kvöld, nótt og í fyrramáli að við sjáum að gæti komið hér smá úrkoma og það hefur verið varað við því að það gæti myndast svona ísing þegar þessi úrkoma fellur enda jörð frosin sem undir og gæti svona hrellt þá sem verða á ferðinni sérstaklega í kvöld og jafnvel eitthvað fram á nóttina. En svo þegar fyrir að hlýna þá mun nú þetta líklega svona taka nokkuð fljótt upp. Hádegi á morgun að þá ennþá frost hér allra austast, það gæti verið svona niður í 5-6 stig þar sem kaldast verður en aftur á móti að samaskapi 5-7 stig kannski hvað best hérna vestan til en skýjað svona nokkuð, það frekar skýjað í þessu en svona má gera ráð fyrir að sólin nái nú eitthvað öllítið í gegn þá fáum stundu sem að hennar nýtur en hins vegar hér á austurhlutanum og meira og minna fyrir norðan líka létt skýjað og hiti svona frostmark. Og þá höldum við áfram og sjáum hvernig veðrið verður seinnipartinn á morgun og fram á hádegi og laugardag að það svona þessi vestlæg átt, það svona strekkingur hérna allra nyrst og má gera ráð fyrir kannski 8-13 metrum svona nokkuð víða svona seinnipartinn á morgun og fram á laugardagsmorgun í það minnsta en svo lægir nú aftur en það verður hins vegar meðan að þessi vestlæg átt hérna vestan til að þá nú viðbúið að verði frekar skýjað og einhver smá úrkoma í því annað slagið. Aðrir landshlutar fá óskaplega litla úrkomu nokkra. Þetta getur verið staðan á hádegi og laugardag að það svona eins og áður sagði svona yfirleitt rétt yfir frostmarki alls staðar, hérna svalast á austurhlutanum en þar verður líka bjartast en hér vestan til verða kannski svona 3-6-7 gráður og svona þokkalegasta veður. Ef við lítum svo yfir á sunnudaginn þá þetta svolítið það sama að það verður frekar skýjað hérna vestan til og svona hitinn ennþá svona rétt yfir frostmarki 3-4-5 gráður en hins vegar farið að frysta hér á norður og austurlandi og svona heldur kaldara svona heldur en á laugardag og síðan á mánudag þá að gera spár ráð fyrir það verður svolítið lægðadrag sem kemur hér upp á suðausturhorninu og gæti þá snjóa svolítið úr því og hiti þar svona frostmark. Frost fyrir norðan og býsna kalt þar sem að það andar svona ofan á hálendinu og frosti lekur svo niður eins og ofan í Eyjafjörðin og geti verið býsna kalt svona staðbundi þar en hérna vestast verður þá hiti áfram yfir frostmarki. En þá skulum við líta yfir til Evrópu og það eru þessar skúraleiðingar hér í Skandinavíu og síðan aftur á móti þessi skil hér yfir svona norðanverðu meginlandinu getum við sagt en hins vegar hérna í suðausturhlutanum með mjög bjart og fallegt veður, hitatölur svona upp í kannski 20 gráður hérna við Miðjarðarhafið en svalar eftir því sem norðardregur og svo eftir því sem við förum vestar að nú meira og minna allur Íberíuskaginn svona undirlagður af skúrum og þetta býsna kröftuga skúrir og sérstaklega svo í Portúgal að þar gætu hæglega verið þrumur og eldingar sem myndu fylgja þessu. Alicante og Barcelona fá einhverja smá skúrir og hitinn svona í tæplega 20 gráðum og Kanarí við mun hægari vestanátt heldur en var í dag og hitatölur svona á pari. Það ekki gert ráð fyrir neinni úrkomu en það skúraleiðingar svona í nágrenni þannig að það gæti nú læðst inn 1 eða 2 smáskúrir. Og í Norður-Ameríku
þá erum við með lægðina hérna við Nýfundnaland sem á leiðin út á haf og svona ætlar að reyna að þröngva sér norður á bóginn, aðra við vesturströnd Bandaríkjanna, en hæð hér yfir Flórida og á því svæði sem gefur það fallegt veður á þeim slóðum. Hitatölur svona þokkalegar, það farið að kólna eins og í Montreal við frostmark og einhver snjókoma en annars ágætist það veður. En þá verður þetta ekki lengra hjá okkur í kvöld, verið sæl.